stand this side. It is wonderful for me to be back here in Iceland. Það dásamlegt fyrir mig að vera hér aftur á Íslandi. 33 years ago, Fyrir 33 árum síðan, I used to be a salesman in this country. þá var ég sölumaður hér í þessu landi. And I traveled around the country. Og ég ferðaðist landið And I made hundreds of friends. og ég eignaðist hundruði vina. And when I go around today, Og þegar ég fer í dag, I meet some of them. þá hitti ég sum þeirra. And of course, many of them are dead and gone. En því miður þá eru mörg þeirra dáin og farin. I also sold books. Ég seldi líka bækur And many children who read the Trúfastir Vinir. og fullt af börnum sem lásu trúfasti vinir. And today they're adults. Og í dag eru þau orðin fullorðin. And they tell me they have read the books. Og þau segja mér að þau hafi lesið bækurnar. And they remember the stories. Og þau muna eftir söguna. And they still have the books in their homes. Og eiga ennþá bækurnar í heima hjá sér. It is so nice to be back here in Iceland Það again. svo gott að vera komin aftur. We believe in the living God. Við trúum á lifandi Guð. In other words, we have faith. Í öðrum orðum þá höfum við trú. Now, what is faith? Og hvað trú? We find the answer in the book of Hebrews, chapter 11, verse 1. Við finnum svarið í Hebreabréfinu 11. kafla, 1. vers. Now, faith is confidence in what we hope for, and assurance about what we do not see. Trú fullvissa ég manni þetta ekki. Trúin fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi auðið að sjá. We have read this passage many times in our lifetime. Við höfum lesið þetta vers oft And we know it by heart. og við kunnum það jafnvel utan að. But do we really have the conviction to live by faith? En höfum við í rauninni sannfæringu það að lifa fyrir trú. We read about men and women who live by faith in this chapter of faith. Og við lesum menn og konur sem að lifðu í trú í þessum kafla trú. They were awarded. Og þau fengu umbun. Some did not see their award, Sumir sáu ekki verðlaunin, but they still lived by faith. en þau lifðu samt í And trú. they were awarded when they were dead and Og gone. fengu umbunina þegar þau voru dáin og farin. We live a life Við lifum lífi only once. bara einu sinni. It is like sitting for an examination. Það eins og að sitja í prófi. And when we sit for an exam, Þegar við sitjum í prófi, we all get the same question paper in the same class. þá fáum við öll sömu spurningarnar And we all have to write the same answer to score well. og við þurfum öll að gefa sama svari til þess að fá háa einkunn. Life we live is also like sitting for an exam. Og lífið sem við lifum eiginlega eins og að sitja í prófi. The difference is that we all get different questions to answer. En munurinn að við fáum öll mismunandi spurningar til að svara. We all come from different backgrounds, Við höfum öll mismunandi bakgrunn with different experiences, og mismunandi upplifanir and with different challenges in life. og mismunandi áskoranir í lífinu. Hence, our questions cannot be the same. Svo spurningarnar geta ekki verið And þær we sömu. cannot simply copy the answers from somebody else. Og við getum ekki hent eftir svari einhvers annars. We have to prepare ourselves Við verðum að undirbúa okkur to pass the test of life. til þess að ná prófi lífsins. And all the answers for the questions we have are in the Holy Bible. Og öll svörin í Biblíunni. Thy word is a lamp unto my feet Orð þitt lampi fóta minna and a light unto my path. og ljós á vegi mínum. This is what King David declared. Þetta sagði konungurinn Davíð. And this is so very true in life. Og þetta svo sagt í lífinu. I was born in India.
Ég fæddist í Indlandi and spent 25 years of my life in India. og 25 ár eyddi ég í Indlandi. Then I came to Europe Svo kom ég til Evrópu and of course went to the United States to have my higher studies. og svo fór ég til Bandaríkjanna í skóla. I spent more than half of my life in Nordic countries, Og helmingæfinar hef ég verið á Norðurlöndum, mostly in Finland. mest í Finnlandi. I traveled much in Scandinavian countries, Ferðast mikið í Skandinavíu, and I must tell you today one thing, en ég verð að segja ykkur eitt, that there is no valley in Iceland where people live and I haven't been there. að það ekki einn dalur á Íslandi sem fólk býr sem ég hef ekki verið í. Having lived in different countries, Og ég hef búið í mismunandi löndum, experiencing different cultures, upplifað mismunandi menningu, learning different languages, lært mismunandi tungumál my examination in life has been very unique, og prófið mitt, lífsprófið mitt hefur verið mjög sérstaklega, very adventurous, mjög svona ævintýralegt, and very challenging. en mjög svona mikil áskorun. And I proudly say Og ég stoltur að segja that I have come this far by faith. að ég komin hingað þetta langt í trú. Today I'm not going to preach about any doctrine or theology, Ég ætla ekki að predika einhverjar kenningar eða einhverjar guðfræði í dag. but I'm going to give you a testimony of faith Ég ætla að gefa ykkur vitnisburð trúar that I have lived with in my life. sem ég hef lifað í mínu lífi. It is to affirm that living by faith is so meaningful. Til þess að gefa svona grunn eða það að líf í trú And let gefur us, meiningu. and let us not forget Og gleymum ekki that without faith we cannot please God. að án trúar And that þá is so- getum við ekki þóknast Guði. And that is so true. Og það svo satt. I was a young boy about 4 years of age. Og krakkar, nú skuluð þið hlusta. Ég var lítill strákur, bara 4 ára gamall. And my father was posted as a pastor in some remote village in the eastern part of India. Pabbi minn var sendur í lítið þorp í Austur-Indlandi Psychologists say og sálfræðingar segja that what the children learn at the age of 3 and 4 they never forget. að það sem börn læra 3-4 ára munu þið aldrei gleyma. And I would testify that this is true Og ég get borið þess vitni að það alveg satt and very true in my life. og mjög satt í lífi mínu. I'd like to tell you what I saw and learned about faith at that age. Mér langar að segja ykkur hvað ég sá og hvað ég lærði trú á We þessum were- aldri, We 3-4 were ára. living in a mud hut Við bjöggum í moldarkofa in the middle of the jungles in the eastern part of í India. miðjum frumskóginum í Austur-Indlandi. There was no electricity. Það var ekkert rafmagn, There was no running water. ekkert rennandi vatn, There were no roads. engir vegir And no vehicles would ever reach that village. og það voru engin faratæki sem komust í þetta þorp. We had bus services up to a small town, Það var rúta sem kom í svona lítinn þorp and we had to cross some 20 kilometers on foot, en við þurftum að fara 20 kilometra gangandi crossing the rivers and mountains Og to reach our home. og yfir þá ár og fjöll til þess að komast af strætóstoppistöðinu heim. Imagine me Og ímyndið ykkur mig, at the age of 4, 4 ára gamlan, walking 20 kilometers on foot to reach home. ganga 20 kilometra til þess að komast heim. There were no Christians in that village. Það voru ekkert kristi fólki í þessu þorp. And the people were animists. Og fólki, hvað það? Animists. They don't actually have any religion, they believe in the nature. Já, fólki var svona náttúrutrúar, það trúið bara á náttúruna. And they believe that the nature is given by God to them. En þau trúa því að náttúran gjöf frá Guði And they do everything within their capacity to preserve the nature. og þau gera allt sem þau geta til þess að passa náttúruna. In fact, they literally worship nature. Þannig að þau í rauninni tilbáðu náttúruna. My father was a pioneer Adventist worker in that region. Og pabbi minn, hann var svona starfsmaður
aðvent prestur sem að vann á þessu svæði. And he had a hard time to preach the gospel. Og það var erfitt fyrir hann að segja fólkinu frá Jesú. And after several years of work, Og eftir nokkur ára vinnu, he got no convert. að það var enginn sem Not- að tók trú. Not one. Ekki einn einasti. And he was called back to the district headquarters on transfer. Og hann var kallað tilbaka í höfuðstöðarnar til þess að flytja. And when pastors are posted in such remote villages, Og þegar að prestar eru settir í svona afskekt þorp, with no communication with anyone from the church, þar sem ekkert samband við neitt úr kirkjunni, they literally live in isolation. þá þeir bara búa í algjöru svona And einangrun. they have to find ways to survive in such conditions surrounded by unbelievers. Og þau þurfa að finna leið til þess að bara lifa af í svona samfélagi þar sem enginn trúði. In those days, there were no internet. Og þá var ekkert internet. There was no mobile telephone. Og engir farsímar. So we were totally cut off. Svo við vorum bara algjörlega alein. But my dad found a way to reach out to the people En pabbi hann fann leið til þess að ná til fólksins. and made friends with them. Og hann eignaðist vini. They outrightly rejected his teachings, Þau vildi ekkert hlusta á það sem hann var að kenna, but accepted him as a priest in the village. en þau tóku við hann samt sem prest í þorpinu. And he had a lot of respect in the community. Og hann fekk mikla svona virðingu And í I samfélaginu. think he never had that much respect in the Adventist community in India. Og ég held að hann hafi aldrei einu sinni fengið þetta mikla virðingu í aðvent samfélaginu í Indlandi. And at my age, Og á mínum aldri, I traveled with my dad, að þá ferðaðist ég með pappa. visiting people. Við vorum að heimsækja fólk. My father had a bicycle, Pappi átti hjól, Philips, Philips hjól, made in England, búið til í Englandi, 1929 model, 1929. very good quality bicycle. Mjög góð gæði í þessu hjóli. And he had fixed a small seat for me to sit while he was riding. Búið til svona lítið sæti fyrir mig, það sem ég gæti setið meðan hann var hjól. And we would cross the forest and the mountains and visit people. Og við fórum yfir árnar og yfir fjöllin til þess að heimsækja fólk. And I remember several incidents that really touched my life. Og ég man eftir nokkrum svona sögum sem að virkilega snertu lífið mitt. One day we were riding on the bicycle, Og einn dag þegar við vorum á hjólinu and we were on the jungle path, og við vorum í frumskóginum, and on the way we found elephant dung. Droppings. já, og þá á leiðinni þá sáum við fílaskít. Elephants are not small animals. Og fílar ekki lítil dýr það. They're huge. Það eru risastór dýr. And so their droppings are quite huge. Svo það sem kemur frá þeim svolítið stórt. It was freshly dropped, Og þetta var ferskt. and the stream Nýr was coming up. skítur. Og það kom svona gufa upp. And that was a signal that elephants were still around. Og það þýddi að fíllinn var einhvers staðar And að they ná. were wild elephants. Og þetta voru villtir And they could be fílar. very dangerous. Og þeir getur verið rosalega hættulegir. So my father said, let us hurry up. Svo pabbi sagði við skulum flýta okkur. And we moved out of that area. Og við fórum frá þessu svæði. And we were safe. Og það var allt í lagi með okkur. My father was a man of faith. Pabbi minn hafði mikla trú. And he prayed much. Og hann bað mikið. And he covered many villages in the area, Og hann komst yfir mörg þorp þarna á svæðinu taking that kind of risk of his life. með því að taka svona áhættur í lífinu. And that taught me one thing, Og það kendi mér that we must have faith in God að við verðum að hafa trú á Guð to live a good Christian life. til að lifa góðu kristilegu lífi. And the second experience Önnur reynsla that happened there, sem gerðist þar, that one month my father did not get his salary. að einn mánuðin þá fekk pabbi ekki launin sín. And we started to have financial problems in the family. Og þá var orðið svolítið erfitt með peninga. My mother was the daughter of a rich landlord, Mamma mín var dóttir ríks landeiganda and her father owned a very big property. og pabbi hennar átti bara fullt af eignum. My father was the son of a policeman, En pabbi minn var sonur lögreglu. but my grandfather was a respected man. En afi, hann hafði virðingu
í samfélaginu. And when my father was posted in this village, Og þegar að pappi kom í þetta þorp, my mother did not want to go there þá vildi, pappi átti að fara í þetta þorp, þá vildi mamma ekki fara. because we would be living in isolation. Því að við myndum þá áttum að búa í einangrun. But she followed him. En hún fór með honum. And me and my sister had no choice but Og to be ég og with them. systir mín höfðum ekkert val, við verðum að fara líka. When there was no salary, Þegar það voru engin laun, engin peningar, we started to have difficulties. og þá var það erfitt. And my mother started to be very upset. Og mamma var að vera svolítið svona reið og pirru. And she said to my mother, Og hún sagði við pappa, you promised me that God will provide. þú lofaðir að Guð myndi sjá fyrir okkur. Now where is your God? Og hver er Guð núna? We have problem here. Nú er vandamál. And now your God is not around Og, to provide. og Guðin þinn er ekkert hér til þess að sjá fyrir okkur. I stood there as a little boy, Og ég stóð þarna sem lítill strák listening to the argument. og hlustaði á mömmu og pappa rífast. My mom was rather outraged. Og mamma var hún svolítið mikið reið. And when she was at the top of her voice in anger, Þegar hún var búin að ná alveg toppinum í reiðinni, a mouse was crawling on the roof. þá gerðist svolítið. Mús skreið yfir hérna þakið í loftinu. There were bamboo, what you call? Og svona bambustangir. Yes. And then on top of that, the tiles were there. Og svo fyrir ofan það voru hérna flísar. And right in the middle of the argument, Og í miðju rifrildinu, a coin fell down. þá datt niður peningur. I don't know how much it was worth, but it was enough to buy food that we needed at home. Ég veit ekki hversu mikils virði þetta var, en þetta var nóg til þess að kaupa mat handa okkur. And my father picked up that coin Pappi tók upp peningin and he said, God has provided us. og sagði við mömmu, Guð hefur séð fyrir okkur. And my mother kept quiet. Og mamma bara þagnaði. And from that day onwards to this day, Og frá þessum degi og þangað til í dag, her faith is so strong trúin hennar svo sterk that she must have Bible reading and prayer in the evenings, whether we want it or not. að hún þarf að hafa biblíulestur og hverju kvöldi hvort sem að við viljum það eða ekki. You know, in those days, Á þessum dögum postal services were bad. þá var póstþjónustan ekki svo góð. And as I said, there was no electronic system. Og eins og ég sagði, það var ekkert rafmagn. There was no electronic banking system. Og ekkert banka, svona hraðbankar eða eitthvað svoleiðis. And there was another incident that took place as a test of faith. Og það var annað sem gerðist sem var svona próf trúar. It was another time when my father did not get his salary. Það gerðist nefnilega aftur að pappi fékk ekki launin sín. And this time my mom did not question him. Og þetta skipti var mamma ekki, hún var ekki reið. But the salary did not come the following month. En launin kom ekki heldur næsta mánuð. And then it did not come the third month Og as well. ekki heldur þriðja mánuðin. And the problem was rather serious. Og nú var orðið svolítið And we alvarlegt. had no food at home. Við áttum engan mat. My parents could bear the hunger, Mamma og pappi gáttu þola það að vera svöng. but I could not. En ég gat það ekki. I was hungry Ég var svangur. and I went out. Og ég fór út. And I was crying. Og ég grét. And an old lady who was our neighbor, Og kom gömul kona sem var nágranni she okkar. saw me Hún sá mig. and she bent down and she started to talk to me. Og hún beigði sig niður og fór að tala við mig. She said, "What is the problem, son?" Hún sagði, hvað er vandamáli? I said, "We have no food at home Og ég sagði, við eigum engan mat heima. and I am hungry. Og ég er svo svangur. My father has no money Pappa á enga peninga. and we are starving." Og við erum að svelta. The old lady Gamla took me to her konan home fór in the með mig mud heim hut til sín and gave me the food that she had prepared for herself. og gaf mér matinn sem hún var búin að útbúa fyrir sjálfa sig. And while I was eating the food, she went out Og meðan ég var að borða þá fór hún út. and she talked to the neighbors Og hún talaði við nágrannana and she told them, og sagði þeim, "Our priest has no food in his house presturinn okkar á engan mat. and his family is hungry. Og fjölskyldan hans er svöng. We cannot let this happen in this village." Þetta getur ekki átt sér stað í þjórpinu okkar. And she said, "You spread the news in the village." Og látið fréttirnar ganga.
And the news spread very rapidly. og fréttirnar fóru mjög hratt. And the people said, Og fólki sagði, our priest shall not go hungry in presturinn this okkar village. í þessu þorpi á ekki að vera svangur. If that happens, Ef það gerist, the wrath of God will be upon us. þá mun reiði Guðs koma yfir okkur. Remember, they were not Christians. Munið, þau voru ekki They kristni. were enemists Þau voru náttúrutrúen who had rejected Jesus Christ sem and his höfðu teachings. hafnað Jesú Kristi, But one thing they knew, en eitt vissu þau, to love their neighbors. elska náungan. They had a lot of respect for the priest of another Og religion. þau höfðu virðingu fyrir prest sem var á annarri trú And they had accepted him as their priest. og þau tóku við honum sem prestinn sinn And they took charge of the situation. og þau tóku málinn í sína hendur. Within hours, Innan klukkutíma we saw people coming towards our home þá sáum við fólk koma heim til okkar as if they were going to market. eins og þau var að fara á markaðinn. Women had baskets of grain on their heads, Konurnar voru með körfur og korn á höfðinu and men had heavy loads of foodstuff. og mennirnir voru með bara On the rosa shoulders, mikið af, on af the mat shoulders. á öxlunum. And they were all coming towards our home. Og þau voru öll að koma heim til okkar. And by evening, Og kvöldið, they brought so much of food þá komið svo mikill matur that we had enough food for the rest of the year. að við hóttum nóg að borða það sem eftir var árs. I will never forget that experience. Ég mun aldrei gleyma þessari upplifun. God cares for us. Guð, hann passar okkur. No matter what the circumstances are, Alveg sama hverja aðstæðurnar eru. God does take care of Hann us. passar okkur. In 1 Peter chapter 5 and verse 7, Í fyrsta Pétursbrefi, 5. kafla og 7. vers, Apostle Peter wrote, skrifar Pétur postuli, and he said, cast all your anxiety on him because he cares for you. og hann segir, varpið allir áhyggjur ykkur á hann því að hann ber mikið fyrir ykkur. And this experience taught me Og þessi reynsla kendi mér that the story of Elijah að sagan Elía, in the cave being fed by raven þar sem hann fekk mat frá hrafninum, is certainly true. sönn. Because God can feed us in unexpected ways. Því að Guð getur gefið okkur mat á útrúlegan hátt. I have always been a strong believer in the providence of God. Ég hef alltaf verið trúa sterkt á fyrirheit Guðs And have experienced his providences in ways I had never expected. og ég hef upplifað hluti sem ég hefði aldrei átt vona. And I'd like to tell you how God has been to me Og mér langar að segja ykkur hvernig Guð hefur and verið how við he mig has led me through life. og hvernig hann hefur leitt mig gegnum lífið. I had landed in Stockholm Ég lendi í Stokkólmi with $20 in my pocket, með $20 í vasanum May 19th, 1981. 19. mæ 1981. That was not a lot of money. Það var ekki mikill peningur. By the time I reached the city from the airport, En þegar ég kom í borgina frá flugvellinum, I had only 5 crowns in my pocket. þá átti ég bara 5 krónur. I was in the land of the midnight sun. Við varum í landi miðnætursólarinnar And that money was so little that I could do nothing. og þetta var svo lítill peningur að ég gat ekkert gert. And I put all that fortune in the telephone box. Og ég setti allt sem ég átti í síman. And I called them and called the publishing house and told them I was there. Og ég hringdi í bókaútgáfuna og sagði þeim að ég væri þarna. And they picked me up Og þau sóttu mig and I started colporteuring in Sweden. og ég byrjaði að selja bækur fyrir And kirkjuna í Svíþjóð. after 3 summers of work, Og eftir 3 sumur af vinnu I came to Iceland. kom ég til Íslands. And I worked as a literature evangelist here in Iceland. Og ég vann hérna sem bóksali And I remember we had a wonderful time selling books. og ég man það var bara mjög gaman að selja bækur. I have a good friend here in this country, Ég á góðan vin hérna á Íslandi, Elias, whom I had met at Newbold sem in ég England. kynntist á Newbold. And he had paved the way for me to come to Iceland. Og hann hefði hjálpað mér til þess að komast til Íslands. And this was a new adventure for me. Og þetta var nýtt ævintýri fyrir mig.
It was very strange for me to see Iceland that time. Mjög skrítið fyrir mig að koma til Íslands. I could see no trees. Sá engin tré. I could see barren land, Það var bara bert lava land, field, hraun, mountains, fjöll but beautiful colors. og fallega liti. Then, of course, I could see the valleys where the salmons grow. Og dalina þar sem laxinn And, of course, the tourists enjoyed fishing salmon. og túristana sem varst gaman að veiða lax. And I could see so many horse farms that I had never seen before. Og það var svo mikið af hersta búgörðum sem ég aldrei séð áður. When I was selling books, Þegar ég var að selja bækur, people said to me, þá sagði fólk við mig, why do you sell these books? af hverju ertu að selja þessa bækur? You know, I was selling Bible stories, Ég var að selja biblíusögur and I was selling cookbooks. og matreiðslubækur. They said, Bible stories we know. Og sagði, við þekkjum biblíusögurnar. The vegetarian cookbooks you're selling are useless in Iceland. Og þessar græmtsbækur eru gagnslausar á Íslandi. They said it's better if you bring something from your homeland, some handicrafts and sell, and we will buy a lot of them. Og það væri betra ef þú myndir koma með eitthvað frá heimalandinu þínu, einhverja listmuni eða eitthvað og við munum kaupa það. That gave me a great idea. Og það gaf mér hugmynd. But I said, where is the capital to start all that? En hvernig get ég farið þessu? Hver get ég fengið pening? I had no money. Og ég átti enga peninga. Elias' father had a large cotton business in Iceland. En pabbi hans Eliasar átti stórt gardínu fyrirtæki á Íslandi. He saw my hard work. Og hann sá hvað ég vann mikið. And the results I made in colportering, he was highly impressed with. Og það sem ég hafði selt af bókum, það fannst honum vera aðdánavert. And he was very much interested in helping me. Og hann hafði áhuga að hjálpa mér. I just related my interest in this business to him. Og ég hafði bara nýlega sagt honum frá þessari hugmynd. And he said to me, how much capital do you need to start this? Og hann sagði, hvað vantaði mikið til þess að hefja þetta? I said, I don't know. Ég sagði, ég veit það ekki. But I just said, maybe something like $10,000 will be a good thing to start with. Kannski eitthvað svona $10,000 væri nóg til að byrja. And he said, come home in the evening Og hann sagði, komdu heim and we shall talk. og við skulum tala saman. When the time came to visit him, Og þegar kom að því að ég ætti að fara að heimsækja hann, I did not believe that he could help me with such a lot of money þá trúði ég ekki að hann gæti hjálpa mér með svo to mikið pening. invest in a business that I had never done before, Og hann myndi fjárfesta í svona fyrirtæki sem ég hef aldrei gert áður and a business that he hadn't seen. og eitthvað sem hann hafði aldrei séð. But his level of trust in me was so high, I was totally unaware of. En hann treysti mér það mikið að ég gerði mér ekki einu svona grein fyrir því. And my friend had bolstered his confidence in me. Og vinur minn hafði líka hjálpað til við að hann treysti mér. But I backed out, En ég bakkaði út and I started to drive north. og ég bara fór og keyrði norður I drove all the way to Mosfellsbær. og upp til Mosfellsbær. I was heading north, Ég var að fara norður, but I was supposed to go to Vossabæ 20. en ég átti að fara í Vossabæ til þess að hitta. I just remembered Jonah. Og þá datt mér í hug Jónas, God told him to go east, Guð sagði hann að fara austur, and he was going west. en hann fór vestur. God told him to go on foot, Guð sagði hann að fara gangandi, and he was traveling by sea. en hann fór á bát. God told him to preach, Guð sagði hann að predika, and he was sleeping at the bottom of the ship. hann svaf á botninum á skipinu. And suddenly a thought struck me. Og allt í einu kom hugsun í huga mig. I said, Og ég sagði, he has asked me to come, hann hefur beðið mig að koma to talk, til þess að tala. and here I'm running away Hér ég á flótta, because I have no faith. því ég hef enga trú. So I turned around Svo ég sneri við and I drove back, og keyrði tilbaka. and there stayed. Father was waiting for me. Og þar beið Theodór eftir mér. It was 11 o'clock at night. Þetta var klukkan 11 kvöldi. In Iceland, this is not an odd time. Á Íslandi það ekkert skrítin tími, Much of the talks take place at night, því að flest svona alvarleg and they go umræður on eiga till sér- morning.
eiga sér stað kvöld og fram á morgun. So we followed the tradition. Svo að við fylgdum þessari hefð. When I knocked at the door, Og þegar ég bankaði á dyrnar, he said, "Where have you been? og þá sagði hann, hvað hefur þú verið? I have been waiting for you since 6 Ég o'clock. búin að bíða eftir þessi klukkan 6. And you are coming now, it is 11 Og o'clock. nú það koma klukkan 11. Anyway, we sat down En við settumst niður and we began to talk. og byrjum að tala. I'm worried about the time. Klukkan er svolítið margt. Sorry, I'm just... Vilja börnin fara fram? Eða hvað viljið þið? We sat down and began to talk. Við settumst niður og byrjum að tala. And for such a big talk, he took out a small piece of paper. Og hann tók fram bara lítið blað And he asked me many og questions. spurði mig fullt af spurningum. And we wrote down the notes. Og við skrifum niður And he said, this is how we are going to do. og hann sagði, svona munum við gera þetta. I will help you with $10,000. Ég mun hjálpa þér með þessi $10,000. You go to India, Þú fer til Indlands order the goods. og pantar þessar vörur. So I said, how will I order? Og ég sagði, hvernig hefur ég gera það? I need a company. Ég þarf eitthvað fyrirtæki. He said, you can use my Þú company. getur nota mitt And I fyrirtæki. need a title. Og ég þarf eitthvað titil. He said, what do you want to call yourself? Og hvað viltu kalla þig, sagði hann. I was a marketing student. Ég var nemandi í markaðsfræði And I said, I want to call myself marketing manager. og ég vil vera markaðsfræðingur. So he picked up the phone and called the printer. Svo hann tók upp símann og hringdi í prentarann And he ordered him to print a business card. og bað hann að prenta svona nafnspjöld. And something new started in my life. Og eitthvað nýtt byrjaði í lífi mínu. You know, I was like a boat Ég var eins og bátur out in the open sea. út í opnu hafinu, I had no sail, hafði ekkert segl, but that night, en þessa nótt Theodore put a sail in the boat. setti Theodor segl í bátinn. And that gave me a direction in life. Og það gaf mér svona áttavita í lífinu. God made a way for me. Guð gerði leið fyrir And mig. I believe that the Holy Spirit worked on me that day. Og ég trúi því að heilagur andi hafi unnið þarna í And mér. asked me to turn around Og bað mig að snúa við. and go back to the man who was wanting to talk with me. Og fara aftur til mannsins sem vildi tala við mig. And that changed everything in my Og það life. breytti öllu í lífi mínu. We are often weak in our faith Við erum oft veik í trúni, on our own. alein. Therefore, we need the Holy Spirit in our lives Og þess vegna þurfum við heilagan anda í líf okkur to help us til að hjálpa okkur and to guide us og leiðina okkur and to strengthen us in our faith. og styrkja okkur í trúni. After starting to work here in Iceland, Eftir að hafa byrjað að vinna hérna á Íslandi, I went to Norway, fór ég til Noregs then to Sweden, og svo til Svíþjóðar and then finally landed in Finland. og á endanum lendi ég í Finnlandi. For 10 years, 10 I ár also did pastoral work. var ég prestur líka. I was a pastor in the Swedish conference in Finland. Ég var prestur í sænska konferensunum í I Finnlandi also worked with ADRA Finland, og vann með Adra í Finnlandi and I also worked in the Irish mission. og ég vann líka í írsku mission Irish mission, Irish field, Yeah. just like Iceland. á Írlandi. Then I came back to selling. Og svo kom ég aftur tilbaka og fór að selja. Now you may be wondering, what have I been doing? Og þú ert kannski að velta fyrir, hvað hefur hann eiginlega verið að gera? I have been selling handicrafts. Ég er búin að vera að selja What did I listmuni. do with money? Hvað hef ég gert við peningana? When we have done so much of work, Þegar við erum búin að gera svo mikla vinnu, Finnish government gave us a lot of money. að þá styrkir finnska stjórnin okkur. And in 30 years, Og á 30 árum we built 30 schools höfum við byggt 30 skóla for the poor children. fyrir fátæk börn. We built Indland. one hospital, Við byggðum spítala and we built 3 hostels for the girls. og 3 svona heimili fyrir stelpur. You know, in India, the girls don't have the privilege like you have here in this country.
Já, í Indlandi þá hafa stelpur ekki þessi forréttindi sem að stelpur hafa á Íslandi. And girls today go to school. Og They live stelpur, there and they go to school. þær búa þarna og fá að fara í skóla. And in the schools that we have built, Og í skólanum sem við höfum byggt over 2,000 children go to school eru yfir 2000 börn sem fara í skóla. and they study. Og þau læra, They have a future. þau eiga framtíð. I'm very happy that God has used me Ég er mjög glaður yfir því að Guð hefur getað notað mig to do the work that we never thought can be done. að gera þetta starf sem við heldum að væri aldrei hægt að gera. We think we cannot do. Og stundum höldum við að við getum But I ekki. gave up my career. Ég gaf upp minn starfsframa And I did something that children in India needed. og ég gerði eitthvað sem börnin á Indlandi þurftu. And I can say that everything was possible because I walked by faith, Og ég get sagt að allt var hægt vegna þess að ég gekk í trú, not by sight. ekki af því sem ég sá. Now, of course, you may be wondering what I'm doing here in Iceland. Og nú þið kannski spáð hvað ég að gera hérna á Íslandi núna. I travel around in this country again, Og ég aftur farin að ferðast hér landi. renew my old contacts, Að rifja upp mína gömlu viðskiptavini and I sell them handicrafts. og ég að selja listmuni And frá I Indlandi. continue to do the work that I have started. Og ég held áfram að vinna þessa vinnu sem ég hóf. And I am very thankful to the Heavenly Father who has given me the strength and courage to do what I'm doing. Og ég mjög þakklátur okkar himneska faðir fyrir að gefa mér hugrekki til þess að The gera það sem ég time að has gera. come when I am going to retire. Og það líður á þeim tíma þegar að ég fer á eftirlaun. But there are young people who are getting the training. En það ungt fólk sem í þjálfun They are continuing to do the work that I have started. og þau að halda áfram þessu starfi sem ég byrjaði. Everything started here in Iceland. Allt byrjaði hérna á Íslandi. And that time, I never thought it would grow so big. Og á þeim tíma gat ég ekki ímynda mér hversu stórt þetta yrði. Thank you very much for all of you for your support that you have given me in the past. Og ég vil þakka ykkur öllum sem hafa gefið mér stuðning í gegnum tíðina. And let us take interest in helping the people who are in need around the world. Og við skulum hafa áhuga á því að hjálpa þeim sem eru í þörf í kringum okkur í heiminum. Amen. Amen.